það svona út frá þessum forsendum að ég bara hef mist algjöra trú á því að þessi stjórnmálmenn sem við erum með í dag ætli sér að gera nokkuð skapaðan hluti fyrir olíubílstjóra á grunnlaunum þá tekur það tæp 4 ár að vinna sér inn mánaðarlaun forstjóra skel. Það þarf einfallega að láta þá sem eru með breiðustu bökin axla fleiri byrðar á þessu samfélagi. Ef þú væri pólitískur ráðgjafi VG, hvernig myndir þú snúa þér í þessari stöðu? Mála upp einhverja mynd að svona gegndarlaus einkaneysla allara sé það sem þurfa að hemja. Það er ekki bara óábyrgt, það er líka óskammfilið. Vandamálið líka bara íslenska krónan Það er ekki eins og menn veit ekki hvað þeir þurfa að gera, þeir bara vilja ekkert gera það. Það er ekki áhugi á því að auka skattlagningu á breiðubökin og svo bara dæla þeir peningum mánaðamót þegar þau þurfa að borga krónur í laun fyrir þá sem vinna hjá þeim en eru bara annars í evru eða dollara veruleika. Þessi hugmynd jöfn tækifæri, hún hlægileg. Vinstri græn við það að dett undir 5% þröskuldin eru komin undir 6% fylgi í könnunum. Við náum ekki þessum peningum tilbaka. Við náum það að komið að búa til þetta fáveldi sem byggir á sjávarútvegi. Jafnvel eins og í tilfelli VG að þeir mögulega eru bara í hættu á það að vera ekki til eftir næstu kosningar þegar fólk sem fer með mikil völd og hefur mikil áhrif talar með óábyrgum hætti þá hefur það miklar afleiðingar. Þá myndi ég veðja að það verður mest fall til allra stofnana innan íslenska stjórnkerfis til Seðlabankans. En hann var maður ársins. Og það búið að framkvæma yfirfærslu til næstu kynslóðar. Það erfiðara að kroppa tilbaka þessa eign sem við eigum samkvæmt lögum. Þessir hópar eru bara búin að eignast Ísland Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og ef þú ert að hlusta á þetta á YouTube þá máttu endilega gera subscribe á þessa rás. Það eru núna síðustu forvöðu til þess að gerast áskrifandi á ódýrari kjörum á partners.is þar sem að þú getur bæði séð þetta í heildsinni og hlusta á í heildsinni. Þórður Snær, velkomin. Takk fyrir. Hvað segirðu gott? Ég segi bara prýðilegt. Það ekki? Já. Heimildin, nýrmiðill, hvernig leggst þetta í þig? Alveg ótrúlega vel. Það ekki? Gengið alveg framar vonum. Við vöndum mjög vel til verka, undirbyggum okkur vel, rættum okkur niður á niðurstöðu og ástæði fyrir því að við vildum gera þetta og fórum síðan í ansi skamt áhlaup eftir að hafa tilkynnt sameiningu þessara miðla, Kjarnans og Stundarinnar til þess að klára og settum okkur það markmið að koma út fyrstu afurðum 13. janúar. Það tókst og viðtökurnar hafa verið eins og ég segi framar vonum og nú bara áfram og upp á við munum bæta við og gera meira og enn betur í fyrir sjónlegri framtíð. Þetta spennandi. Þú talar svona þetta að ræða hvað ef mér leyfist að spyrja. Hvað var svona hverju voru svona ástæðunar? Hverju voru svona fletirnir sem að voru þess helst valdandi að þið ákváðuð að gera þetta? Hvað var svona Þær eru nokkrar. Svo augljósasta að hér voru við með 2 miðla sem voru stofnaðir á mjög svipuðum tíma. Kjarni var aðeins eldri, 1,5 ára eldri en Stundin og sem höfðu í grunninn svona dálítið sameiginlega svona fréttamænu. Það að segja, þetta eru miðlar sem eru svona voru bottom up, nálguðust þau mál sem voru að fjalla út frá sjónarhorni og hagsmunum neytenda og almennings en ekki top down, það að segja út frá ekki svona hagsmunum valds og peninga og þótt að vera áherslumunur í einhverjum efnistökum þá áttu við mjög mikið sameiginlegt og það var skýrast ef að einhver tíman það ætti að fara í einhverja svona viðræður þá myndi þessi 2 miðlar henta mjög vel og við fórum í þessar viðræður í fyrra og vönduðum okkur og tókum tíma og ástæðan fyrir því var einfallega svo til þess að kanna það til þrautar hvort að við getum verið sterkari saman en við vorum í sikur leið. Það þetta ekkit grín að reka lítið fjölmiðil á Íslandi og að gera það í áratug óðsmanns æði eins og ég hef staðið í. Þannig að þegar við vorum komin á það niðurstöðu það að við varum tilbúin í þetta
og þá niðurstuðu að það væri best að svona fara í rebrand og hérna, finna nýtt nafn og finna nýja einkennisliti og hérna og svona kannski afbyggja það sem við vorum með í höndunum til þess að geta byggt upp nýja stærri stoð á þessari fréttamænu sem ég talaði um áðan, eða þessari hugmyndafræði sem einkenndi kannski kjarnan í báðum miðlunum, þá hérna þá varð ég strax mjög spenntur fyrir því og þau viðsemjendur okkar hinum einn voru það líka og svo er þetta á þetta, við vissum ekkert hvernig fólk myndi taka þessu eftir að við tilkynntum sammenningu hvort að hérna, 2 mismunandi tekjumódel, hans styrta samfélag kjarnamegin og, hérna, og áskriftarmódel stundarmegin og við þurftum að keyra þetta saman og, hérna, og útskýra ýmislegt fyrir fólki sem var að styðja við okkur og vonast til þess að fleiri myndu hoppa á vagnin og til að gera langa sögu stutt að það bara gekk þetta allt langt framar vonum við höfum bara greinilega náð að búa til eitthvað sem er mikið eftirspurn eftir fyrir okkur sjálf er þetta líka mikill faglegu munur, þessi eining sem við erum með núna getur miklu meira en við gátum gert í sikkoru lagi mikil geta í hópnu, við erum með mjög öfluga reynslu mikla ritstjórn, þá reynslu mestu og þetta að mínum að þetta þá bestu sem fyrirfinnst á Íslandi við erum líka með mjög öflugar stóðdeildir sem geta gera okkur kleift að gera betur við efni sem við erum að fjalla og líka rekstrarlega, þannig að við erum að fara frá því að vera 2 lítil fyrirtæki með að fá starfsmenn sikkur megin í það að vera núna fyrirtæki sem er með langleiðin í 30 starfsmenn. Þetta er bara glæsilegt. Hérna, sko, ég hafði samband við þig daginn, við þurftum að fresta þessu og þá ætla ég að ræða við þig pistil sem hét Við töpuðum, sem var sjávarútvegsmálin, þar sem að þú svona sem sjálftitlaður öfundsjúkasti blaðamaður á Íslandi ákvaðast að heyja að þeim undir þeim formerkjum að segja sjávarútveginum undir þeim formerkjum að þetta væri svolítið bara stríð sem væri búið að tapast út af pólitískri hvað ég að segja, ég ætla ekki að kalla það bleiður en allavega pólitískar áherslur sem að eru ekki með þeim hætti að vilja, hvað ég að segja, að ráðast gegn þessum svona hagsmuna öflum. En mig langar eiginlega að tala um annan pistil sem heitir 2 stuttir strámenn. Sko, þú skrifar grein Bjarna og Ásgeir og svona innihaldslausar yfirlýsingar þess að 2 manna undanfarin ár. Sko, svo við byrjum bara vítt. Hvað ertu að segja í þessum pistli? Ég er svona í grunninn að segja það að það sé mín skoðun að þegar fólk sem fer með mikil völd og hefur mikil áhrif talar með óábyrgum hætti þá hefur það miklar afleiðingar og dæmin sem ég er að nefna þarna eru þetta dæmi sem flestir urðu varir við. Ég er að nefna það að Ásgeir eftir að hann var seðlabankastjóri og við vorum hérna í aðstæðum á tímum kórnuveru faraldursins þegar vextir voru lækkaðir niður í 0,75% og engin verðbólga, engin teljandi verðbólga á sama tíma. Þannig sé að lækka verðmiðan á peningum mjög mikið til þess að örva. Þá talaði hann mjög frjálslega að hér væri komið einhvers konar fyrirkomulag sem gæti staðið til lengdar. Sagði að hér væri verðtryggingin að deyja út og hér væri komið nafnvaxtakerfi sem væri eitthvað sem fólk geti raunverulega hoppað á vagnin á og myndi gefa Seðlabankanum mjög virkari tæki og tól til þess að reka peningastefnu vegna þess að þá myndu vaxta breytingar alltaf vikta beint inn í þessi óvertryggðu lán hjá fólki og það sem gerist í kjölfarið er Seðlabankinn og ríki líka að grípa til gríðarlega margra aðgerða sem meðal annars hafa bólumyndandi áhrif á húsnæðismarkað og húsnæðisverð hækkar alveg gríðarlega mikið á skömmum tíma og mjög margir hoppa á óvertryggða lánavagnin og sumir mjög margir á breytilega vexti og sumir á fasta vexti til skamms tíma og svo bara gerist það eins og hendið við að þegar aðstæður breytast eins og gerist í íslensku hagkerfi mjög reglulega og þegar eru upp með litla pingu litla mynd þá fáum við hátt í 10% verðbólgu, stýrivextir fara upp í
eru konum upp í 6,5% núna. Greiðslubyrði fólk sem með svona, ég geti sagt bara venjuleg húsnæðislán, það er á hækkaði mörgu tilfellu vel yfir 100 skall á mánuði, án þess að laun hafi með nokkru móti fyllt með. Þetta er óábyrgt að mínum mati, að tala með þessum hætti eins og hann gerði á sínum tíma. Annað þegar verðbólgan fer á stað, út að við það er há verðbólga alls staðar í heiminum, en við glímum ekki við orkukrísu á Íslandi, því hún er aðal dræverinn í verðbólgunni í mörgum löndum í kringum okkur. Og hún er að falla núna í öðrum löndum. Já, vissulega, og hérna við fjall í Bandaríkjunum 6 mánuði í röð. Og við erum ekki með orkukrísu og við erum líka eitt af löndunum sem má segja að sé að græða á stríðsrekstunum í Rússlandi. Við sjáum það bara á útflutningstekjunum sem við höfum, fiskur sérstaklega, sem hefur rokið upp í verði og skilar stórauknum útflutningstekjum á þessum tímum, þessum stríðstímum. Þannig að það eru aðrar breytur sem eru ráðandi í þessari miklu verðbólgu sem við erum með. Þetta er sumt sem við erum erfitt með að hafa áhrif á vegna þess að við erum íslensku krónuna, er að segja innflutt verðbólga, drast sem við erum að kaupa sem bara einfallega er orðið dýrara, en ýmislegt sem við getum haft áhrif á, eins og húsnæðis verðþróun og húsnæðismarkaði og annað slíkt. Og mér finnst líka óábyrgt það sem Ásgeir fór að tala um þegar hann fór svona að skella skuldinni á neyslu fólks, talandi um tásumindir á tenni, og það var ekki hægt að nota gjaldeyrisvaraforðan til þess að niðurgreiða tenniferðir og einhvern veginn svona gefa í skyn að hér væri einhvern veginn allir svo rosalega vel haldnir fjárhagslega að það væri svona þeirra yfirdrifna einkaneysla sem væri að valda því ástandi sem við erum að horfa fram í, og þannig er ekki veruleikin. Hér á Íslandi erum við þetta bara með mjög ólíka hópa. Það eru margir á Íslandi sem hafa það mjög gott, bara mjög gott. Hér eru við komið með ofurríkt fólk og fólk svona í kringu það sem er bara orðið svona þetta er svona á fáveldaleveli. Svo erum við með marga sem eru með mjög há laun, stóra millistétt, og svo erum við fullt af fólki sem er í verulegum vandræðum á endur saman. Þetta er raunveruleikin, og það að senda þessi skilaboð til hluta millistéttarinnar sem er að glíma við afborganir þannig að þau geta ekki lagt fyrir eða eru að minnsta kosti í vandræðum með það að standa undir kostnaðunum sínum hver mánaðamót, og til þeirra sem eru að ströggla sem mest, þá sem eru með lægstu launin, einstæðingar sem eru oft með börn og annað slíkt og eru jafnvel að skuldsetja sig til þess að lifa mánuðin eða neita sér um lífsnauðsynjar, heilbrigðisþjónustu eða eðlileg matarinnkaup og annað slíkt, að smála upp einhverja mynd að svona gegndarlaus einkaneysla allara sé það sem þurfa að hemja. Það er ekki bara óábyrgt, það er líka óskammfýlið. Þannig að það er svona það sem ég var að kannski skrifa gagnvart seðlabankastjóra og velta fyrir mér af hverju hann er að þessu, hvað er það sem drífur hann áfram í að tala með þessum hætti, vegna sem ég veit ekki til þessi seðlabankastjóra nokkur staðar annars þar í heiminum en þetta í huga að tala með þessum hætti. Og varðandi fjármálaráðherra þá er það þannig að í aðdraganda síðustu kosninga talaði hann mjög digubarklega um það og eignaði sér og sínum flokki það að hér væri komið lágvaxtarumhverfi og lágverðbólga, og varaði sérstaklega við í greinu sem hann skrifaði nokkrum dögum fyrir kosningar að ef að aðrir flokkar en hans myndu vera ráðandi í ríkisstjórn þá myndi verðbólgan rjúka upp vegna þess að þau voru svo óábyrg í efnahagsmálum. Og hvað gerist? Það líða örfáir mánuður þangað til að vextir fara að húrra upp til þess að hemja síhækkandi verðbólgu, og ef maður skoða fjárlög síðast ár sem fóru því að átt að vera í 90 milljarða halla þegar frumvarpið var lagt fram og endu í 120 milljörðum í halla, þá í þessu ástand sem við erum með þú veist, allan þennan reikning í útflutningstekjum og allt svoleiðis, þá er mjög erfitt að sjá að hljóð og mynd fari saman
í þessu orðskrúðans fyrir kosningar. Hér er ekki rekin ábyrg efnaðarstjórn. Hér er eitt sem til dæmis margir stjórnarandstöðuflokkarnir hafa bent á er að það er að sækja ýmsar viðbótar tekjur til þess að brúa þetta gat, meðal annars tekjur sem urðu til hjá ákveðnum atvinnuvegum út af aðgerðum Seðlabanka og stjórnvalda í COVID-faraldrinum. Það hefur verið kallað hvalrekaskattur eða farið í frekari sértaka skattlagningar á til dæmis sjávarútvegi sem átti sennilega sitt besta ár frá upphafi í fyrra og árið þar á undan skilur er bara í hamlausum vexti en það hefur engin vilji verið til þess að gera þetta, engin vilji til þess að sækja þess að nýja tekjur, það er ekki einu svona vilji til þess að láta fjármagnstekju eigendur á Íslandi borga útsvar, það leiði fyrir áratugi að hér er svona hóla í skattkerfinu sem gerir fólki kleift að nota EHF-félög til þess að telja fram raunverulega launatekjur sem fjármagnstekjur og komast hann undan útsvari og borgarlegri skattprósentu kalla reiknað endurgjald og þetta var hluta stjórnarsáttmálunum síðastum að leggja þetta fram og hafa komið fram eitthvað svona hugmyndum það að mynda einhvern hóp og leggja fram frumvarp núna í vor og nú er búið að fresta því líka. Það er ekki eins og menn veit ekki hvað þeir þurfa að gera, þeir bara vilja ekkert gera það. Það er ekki áhugi á því að auka skattlagningu á breiðubökin. Það er raunverulega þannig, það er ekki hægt að túlka neitt öðruvísi og það er ekki ábyrg efnaðarstjórn að mínu viti að reka ríkissjóð í svona miklum halla þegar það þarf ekki að reka hann í svona miklum halla bara til þess að þeir sem eiga mest geti haldið meira eftir. Þetta er góð yfirferð. Þú nefndir hérna í upphafi þessarar yfirferðar að það væri miklar afleiðingar af því hvernig þessir tveir menn sem að núna umræðir töluðu. Það er engar samt sem áður pólitískar afleiðingar virðist vera. Það virðist ekki vera einhver svona eins og með Ásgeir Jónsson það er nokkuð ljóst að þessi nafnvaxta lækkun í COVID dældi fjármagni inn á kerfið sem að við erum núna að sjá og að sjálfsögðu væri fólk að fara að kaupa ódýrara fjármagn sérstaklega til þess að skuldsetja sig fyrir íbúðum sem að virðast bara fara upp í verði þannig að það hlýtur að vera góð fjárfesting. En það virðist ekki vera nein, því ég hef fengið ýmsa viðmælendur hingað til þess að ræða þetta og ég hef skotið svolítið hart að Ásgeir Jónssoni. En fólk, alveg saman hvort er stjórnmálafólk eða áhrifafólk, veigrar sér við að gagnrýna hann. Ég veit ekki af hverju, en mér finnst það einkennilegt út af því hversu miklu hann veldur í íslensku samfélagi, en líka bara að hann tekur þessar ákvarðanir og það er eins og þær séu alltaf settar út fyrir sviga þegar að við erum að ræða stöðun í dag. Það er mikilvægt að persónu gerir þetta ekki bara í Ásgeiri. Nei, Seðlabankastjórinn en hann eins og nýleg skýrsla þriggja erlendra sérfræðinga sýndi það er valda samþjöpun sem er í þessi stað að hann er að agitera fyrir því að fá meiri völd meðal annars yfir einu föstanefndinni sem hann er ekki að stýra eins og staðan er í dag en þetta er stærra vandamál Ásgeir bara hluta penningstefnunum sem ákveður stýrivextina en hann leggur fram tillögurnar sem venjulega eru samþykktar vandamálið er líka bara íslenska kórónan